Hingað kominn Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði. Velkominn, Þorvaldur. Takk. Við ætluðum að fara hérna aðeins yfir þessi efnahagsmál og stöðunni í þeim. Ég ætlum að byrja á því sem við vorum að ræða hérna áðan. Það eru þessi orð Gylfa Magnússonar kollega þíns að bankastjórn Seðlabankans bankaráðs sé rúið trausti og eigi beinlínis að fara frá. Seðlabankanum hafa verið mislagðar hendur mörg ár aftur í tímann. Og ekki við öðru að búast úr því að Seðlabankinn hefur verið notaður sem lúxuskvildarheimili handa lúnum stjórnmálamönnum. Og ég tek undir með Gylfa félaga mínum. Mér finnst að í ljósi þess að undan í gengið ætti bankastjórn Seðlabankans að hafa þá smekkvísi til að bera að segja af sér. Já, og bankaráðið. Það skiptir minna máli, einnig bankaráðið, og lyfta með því móti að herðum ríkisstjórnarinnar þann vanda sem fylgir því að þurfa að breyta lögum til þess að setja þá af. Það þyrfti að breyta lögum til þess, já. Já. En hvað á Seðlabankinn mikið þátt í þessum vanda sem við eigum við etja? Vandinn er tvíþættur. Það hafa átt sér það gríðarleg mistök í stjórnefnahagsmálunum mörg ár aftur í tímann. Bæði í ríkisfjármálum og í peningamálunum. Byrjum á ríkisfjármálunum. Ef það er eitthvað eitt orð sem klingir í endurminningunni úr málflutningi ríkisstjórnarinnar nokkur ár aftur í tímann, þá er það skattalækkun. Og það beldist þannig úr því að þrátt fyrir þetta eilífa tal skattalækkun, þá er skattbyrðin snarþyngst hér á öllum nema hinum efnamestu. Við vorum langt undir OECD meðaltali í skattheimtu fyrir 15 árum og núna erum við komið langt yfir. Þannig að skattalækkunartalið var eins og það væri til þess eins að villuðum fyrir fólki. En þar að auki að þá átti skattalækkunartalið og skattalækkunarstefnan illa við í verðbólgulandi þar sem mjög brýnt var að ná tökum á verðbólgunni til þess að búa í haginn fyrir framtíðina. Og þetta var ekki gert og ein ástæðan til þess að við erum í þessu vanda sem við erum í núna er þessi að ríkissjóður kemur nær tómhentur út úr þessari gríðarlegu uppsveiflu undan genginu ára. Auðvitað hefði átt að reka ríkisbúskapinn með myndarlegum halla í góðærinu, byggja upp eignir, forða til þess að þurfa ekki að standa núna á öndinni yfir því hvað væri dýrt að taka enn eitt lánið til þess að efla gjaldeyrisforða Seðlabankans. Þetta væri auðvitað engri átt. Þannig að stjórn ríkisfjármálanna hefur verið í molum. Þessu hefur verið lýst, ég hef lýst þessu og margir aðrir, allan tíma meira að segja Seðlabankinn fann að þessu með réttu og þessu var bara ekki sinnt. Stjórn peningamálanna hefur líka verið í molum og það eru tvenn bara tæknileg mistök sem þar voru gerð eins og við að búast í Seðlabankar þar sem stjórnin er skipuð með þeim hætti sem hún hefur verið skipuð. Fyrstu mistökin voru þau að lækka bindiskylduna fyrir nokkrum árum þegar það átti að hækka hana og halda áfram að nota hana. Bindiskylda er? Bindiskylda er tæki sem er notað til þess að hefta útlána þenslu úr viðskiptabönkunum. Það er krafa það að þeir leggi svo mikið til hliðar í varasjóð í Seðlabankanum bara til þess að þeir hafi þá að því skapi minna fé til þess að lána fólki og fyrirtækjum. Og þetta er bara algeng aðferð, mikið notast tæki í öðrum löndum og þessu tæki kaus Seðlabankinn án skýringa, án greinargerðar sem ég hef kallað eftir og ekki fengið að kasta úr verkfærakistu sinni. Hin mistöki sem þeir gerðu voru þau að þeir byrjuðu of seint að hækka vexti til þess að slá á þensluna sem sýnt var að myndi fara úr böndum og þeir hækkuðu vexti of lítið. Og það er ein skýringin því af hverju þeir standa í þessum sporum sem þeir standa í núna. Og þetta voru bara tæknileg mistök sem hefðu ekki átt að fá að eiga sér stað. Og svo bætist ofan þetta annað og það er þetta. Seðlabanki Íslands virðist halda það að stýrivaxtatæki eitt dugi til þess að hemja verðbólguna. Ég segi, stýrivaxtatækið eitt dugir ekki í landi með verðbólgusögu eins og Íslendingar búa við. Stýrivaxtatækið eitt getur dugað í löndum eins og í Bandaríkjunum, þar sem verðbólgunni hefur aldrei verið leyft að fara úr böndunum, en í landi eins og í okkar landi eða í Síle eða öðrum slíkum löndum, þar sem verðbólgudraugurinn er aldrei langt undan, bara í ljósi sögunar, að þá dugir stýrivaxtatækið ekki eitt, það þarf
aðrar takmarkanir, aðrar leiðir til þess að halda útlánagleði og glannaskap bankana í skefjum. Þessu var ekki sinnt og Seðlabankinn hefur bara sofið á verðinum og ekki bara sofið á verðinum í sambandi við stjórn peningamálana og beitingu stýritækjanna. Hann brast í engu við kalli mínu og annara eftir því að gjaldeyrisforðinn yrði stór aukinn til þess að verja krónuna ef á þyrfti að halda. Þetta höfum við reyndar rætt í þessum þáttum áður. Ég lýsti eftir þessu í grein í Vísbendingu 1999 og hef gert það reglulega síðan. Og því var ekki sinnt, ekki fyrir en að ríkissjóður rauk til og tók risavaxi lána í hittifyrra fyrir 18 mánuðum til þess að tvöfalda gjaldeyrisforðann og nú tala menn að taka annan lán til þess að tvöfalda gjaldeyrisforðann og það eins og þið spyrja aldrei hversu mikill þyrfti gjaldeyrisforðinn að vera. Tvöföldun núna og ofan á tvöföldun í hittifyrra. Hvergi nær í nóg? Það er ekki nóg? Nei. Gjaldeyrisforðinn þyrfti að vera miklu meiri. Og hvað þarf hún að vera miklu? Sko, gjaldeyrisforðinn má aldrei fara niður fyrir erlendar skammtímaskuldir bankakerfisins. Vegna þess að ef hann fer niður fyrir þær og þær eru núna 200% af landsframleiðslunni, að þá það bara opið tilboð til auðmanna í útlöndum eða fjármálafyrirtækja eða vogunarsjóða að hér mynt sem upplagt að gera áhlaup á. Og þannig ganga þessi viðskipti fyrir sig á alþjóðamörkuðum. Og það vísu svolítið óskemmtilegt að hugsa til þess að fjármálamarkaðir eru eins og sléttur Afríku, þar sem það er minnst fyrir ljónin að stökkva á heldursebradýrin því að það fljótlegra og veikar myntir eru eins og það er ekkert ólöglegt við þetta athæfi einstakra auðmanna, til dæmis Georg Soros sem tók Englandsbanka hér árið, hann nýtur meiri virðingar heldur en flestir aðrir menn í hans sporum. Það sem hann gerði var bara að sjá tækifæri og grípa það og hagnast að því og það er bara sjálfsagt. En það var hér heima láta menn eins og það sé einhver móðgun ef útlendir menn sýna því áhuga að hagnast á fyrirsjáanlegu og óumflýjanlegu falli krónunar. Já, en þannig að það hefur hugsanlega verið árás á krónunni eða árás menn á að spákaupmenn hafa verið að leika sér með hana. Ég ekki fastlega ráð fyrir því og það var eðlilegastur hlutur í heimi. Já. Þannig ganga viðskiptin fyrir sig á þessum mörkuðum og það er eins gott að bankastjórn Seðlabankans átti sig á því og hefði átt að vera búin að átta sig á því fyrir löngu. Með því að hafa nægan gjaldeyrisforða? Auðvitað. Og með því að reyndar að sjá til að hverfa frá þessari hágengisstefnu. Það er vísu ekki Seðlabankar einan að sakast þar. Íslandi er hágengisland og bara þegar við byggum við fast gengi þá var hagstjórnin stillt inn á hátt gengi og eftir að við tókum við flott gengi þá voru sömu hagsmunir bundnir við hágengið eins og áður og þess vegna meðal annars var það óhjákvæmilegt að gengið léti undan þunga skuldabyrðarinnar í útlöndum og sígi og það er búið að falla núna þetta fjórðung eða þriðjung frá áramótum og maður getur greint það hvort það er eftir að falla meira. Ég held sjálfur, eins og ég hef sagt við þig áður hér og annar staðar að gengið sé enn og fátt skráð, það er eftir að falla meira en þetta veit enginn með vissu og það er sérstaklega erfitt að segja fyrir tímasetningu. En er ekki Seðlabankinn að reyna að halda genginu uppi með þessum vaxtahækkunum? Ársæll Valfells hagfræðingur sagði núna fyrir helgina að það verið verið að keyra, Seðlabankinn verið að keyra á eitthvað sem mætti kalla gengismarkmið frekar en verðbólgumarkmið. Það er skynsamleg lýsing hjá Ársæli vegna þess að stýri vaxtahækkun, hún virðist bíta núna einkum með því að stuðla að því að menn haldi áfram að taka lán við lágum vöxtum í útlöndum til þess að kaupa krónur og geyma þær á háum vöxtum hér heima. Það er þess að kallast carry trade. Nákvæmlega. Og Seðlabankinn virðist verið að reyna að halda þessu áfram. Plása þá lífi í hvað krónubréfaútgáfunni? Já, og þannig að gengi haldist áfram hátt ennum sinn meðan þeir eru að leita leiða til þess að leysa vandann með einhverjum öðrum hætti. En hitt er svo einnig rétt að stýrivextirnir eru náttúrulega beitt tæki, hvað sem hver segir, bara svo einfaldar staðreynd að fyrirtækin í landinu kvarta sáran undan hverri stýrivaxtahækkun. Það eru auðvitað til marks það að hún bítur, en hún bítur svolítið ójafnt, hún bitnar á þeim sem að hafa í kæruleysi kosið að taka yfirdráttarlán og þess áttar og meðan aðrir eru hafa betri skilyrði til þess að skjóta sér undan þessu. Þorvaldur, ég er með grein eftir því hérna sem ég var að lesa, kom út í hérna skrifuð á ensku sem ég skilst reyndar að ég að birtast á íslensku eftir nokkra daga. Þú segir í greinin að Ísland hafi orðið Rússland. Já. Ísland varð Rússland. Já. Það sem ég átti við var það að
að einkavæðing bankanna, hún tókst ekki mjög vel að öllu leyti. Það sem hefði átt að gera og það sem stóð til að gera í ríkisstjórninni var að tryggja bönkunum drift eignarhald, yfirlýsingum það lá fyrir, og það lá einnig fyrir að það þætti æskilegt að fá erlenda sérþekkingu inn í bankareksturinn, enda kom fjölmenn sendinefnd frá skandinavíska Enskildabankin í Svíþjóð hingað heim. En hún var rekin heim af innanlandspólitískum ástæðum sem liggja fyrir. Og síðan breytist allt umhverfið þannig að niðurstaðan varð sú að menn nátengdir fyrirverandi stjórnarflokkunum tveimur sátu eftir með góssið í fanginu. Menn vildu afhenda vildarvinum banka. Já, og ég meina, fyrirverandi ríkisstjórn er fyrsta ríkisstjórnin í sögu lýðveldisins, þar sem einstækir stjórnmálamenn og menn þeim nákomnir auðguðust á stjórnmálaafskiptum. Það bara liggur fyrir. Og það er umhugsunarefni. Og þetta ber keim af því sem að gerðist við einkavæðinguna í Rússlandi, og þá er ég að tala um einkavæðingu til dæmis olíufyrirtækjanna, sem var notuð til þess að mylja undir stjórnmálamenn og vini þeirra. Og félagar mínir í Ameríku sem voru eins og Jeff Sachs sem voru að ráðleggja Rússum á sínum tíma, þeir bara stóðu upp og skelltu hurðum. Og eindregni markaðsbúskapar sinnar eins og Sachs sögðu, og ég lýsti þess að prenti hér heima, eina leiðin er að endur þjóðnýta allt raslið til þess að geta einkavætt það upp og nýtt, þannig að betri og eigendur komist yfir bankana. En það verður nú varla gert hérna, en það verður talað um að það þurfa að bjarga bönkunum með einhverjum hætti. Það þarf að bjarga bönkunum hérna, eða hvernig á ríkið að hjálpa bönkunum? Málið horfir þannig við núna að vandi bankana er lausafjárvandi. En undirstöður bankana virðast að vera sterkar eftir því sem bækurnar þeirra benda til. Og þetta er þess vegna lausafjárvandi. Og vandinn í útlöndum berst hingað heim með því að bankarnir hafa ekki sama aðgang og þeir höfðu áður við sömu kjörum að lausu fé til þess að halda áfram að velta áfram skammtíma skuldbindingunum. En svo veit maður ekki hversu trúin sem hefur bilað á bönkunum í útlöndum, sem lýsir sér í þessu gríðarlega háa skuldatryggingarálagi, hvort hún byrjar að tæra undirstöðurnar. Og það veit enginn, ég varst að þeir viti það sjálfir, og úr því mun teflast á næstu mánuðum og misserum. En ég verð þess var að inni í bönkunum eru menn áhyggjufullir. Það kom fram til dæmis í fréttum fyrir helgi að Jón Ásgeir Jóhannesson, sem er mikilvægur eigandi í Glitni, hann var fyrir svo miklum vonbrigðum með ákvörðun Seðlabankans á fimmtudaginn að hann taldi og lýsti því að krónan gæti oltið á hliðinni innan 2 daga. Þannig að ég býst við því að Jón Ásgeir bíði þess með óþreyju að markaðurinn opni í fyrramálið. Og fleiri bíða spenntir eftir atburðum næstu daga. Það er mikil spenna í loftinu. Margt getur gerst, en það er eiginlega ógerningur að spá fyrir framvinduna. En að ríkið taki lágbyrgislán til bankana, en hafa talað um það? Já, en þetta er nú varla komið á það stig enn, það er vandi á höndum, það er engin vafi á því. Ef lausafjárvandi bankana byrjar að há þeim þannig að þeir verði að skaffa sér fé sem þeir ekki kosta á upp á eigin spýtur, öðruvísi en með hjálp ríkisins, þá getur ríkið talið sér nauðsynlegt að gera það. Og það yrði dýrt lán, eins og kom fram í spjalli þínu gestiðina áðan, og það eru þetta bara skattgreiðendur sem myndu bera þær byrðar, og það er náttúrulega lyginni líkast í ljósi þess að undan er gengið í örstuttri einkavæðingarsögu íslenska bankakerfisins. Ef ríkið þarf að ganga bómbjargar leiða skattgreiðendum til þess að fjármagna lán handa bönkunum. En vonandi myndi þá teflast þannig úr því að bankarnir gætu endurgreitt lánið með vöxtum á skömmum tíma, þannig að skattgreiðendur stæðu sléttir eftir. Þetta er eitt af því sem gæti gerst. Annað sem gæti gerst væri það að Seðlabankinn, sem er banki bankanna,
veitti þeim bara lána fyrir greiðslu eftir eðlilegum farvegum. Seðlabankinn myndi aldrei verða partur af björgunarleiðangri handa bönkunum. Það hlutverk ríkisstjórnarinnar og fjármálaráðuneytisins. En ef svo illa færi að vandinn reynist meiri en nú komið í ljós, ef til dæmis lánsfjárkreppan núna byrjar að tæra undir stöðurnar, þannig að þetta ekki bara spurning lausafjárskort, heldur eitthvað meira, að þá vaknar mjög brennandi spurningu. Hún þessi á þá virkilega að biðja skattgreiðendur að bjarga bönkunum. Og þá fyndist mér nauðsyn bera til að skoða nýliðna sögu Norðurlandanna. Því að þar skalla á þung bankakreppa, djúp, árum eftir 1990 í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Og niðurstaða stjórnmálamannanna þar var sú að það þyrfti að endurþjóðnýta marga bankana til þess að geta einkavætt þá upp á nýtt. Til þess að bæta fyrir mistökin sem voru gerð við einkavæðinguna í fyrra skiptið. Og þetta ég vona að koma ekki til þess, en ef í harðbakka slær að þá þarf að hugsa vandlega þetta og einnig það hvort að endur einkavæðing bankanna þyrfti ekki þá að eiga sér stað með þeim formerkjum sem lagt var upp með í upphafi. Það sé að fá hingað erlenda banka til þess að leysa almenning undan samkeppnisleysinu og þessum nýþungu vaxtakjörum sem að bankarnir hafa boðið íslenskum viðskiptavinum sínum hér heima meðan þeir hafa boðið erlendum viðskiptavinum sínum í nálægum löndum miklu betri kjör. Þetta hangir saman. Alveg í lokin, Þorvaldur, það sem sagt menn hafa talað krónuna í þessu sambandi og svo menn að reyna að leita einhverja leiða hvað við að gera, við að taka norska krónu, svissneskan franka, evru einhliða, eigum að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta náttúrulega spurning sem við þurfum að svara í. Já, það skynsamlegasta sem ríkisstjórnin gerði núna, svo strax í fyrramálið, væri að lýsa því yfir að hún ætlaði að leggja drög að umsókn aðild að Evrópusambandinu og einnig að myntbandalaginu með upptöku evrunar og öllu sem því fylgir. Og ástæðan til þess að þetta nauðsynlegt núna í þessu óvissu ástandi sú að með því væri verið að senda heiminum og alþjóða fjármálamörkuðunum skýr skilaboð það að í stjórnarráði Íslands ríkir fullur skilningur á alvöru málsins. Það að segja ballið búið. Þorvaldur, þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn. Þetta búið í dag. Við verðum hérna aftur að viku liðinni. Takk fyrir.